Ég setti á mig markmið að hýta 100 manns á kaffi og í rauninni ég gerði þetta með að senda fólk tölvupóst eða skilaboð á LinkedIn, Facebook og Instagram og ég byrjaði að reyna að hafa samband við fólk gegnum tölvupóstar. Hæ, ég heiti Natalia, ertu til að hitta mig í kaffi? Og þannig byrjaði ég að kynnast fólk á aðeins dýprari level. Þeir vísu alveg að ég var að fara að bjóða. Ég vildi fljótlega tala aðeins hvernig hafi gengið hjá mér að finna vinnu á Íslandi. Og í rauninni ég gat varla sofið í gær því ég var að hugsa hvernig hafi verið fyrir mig að tengjast öðrum og finna vinnu. Og ég var svolítið að hugsa hvernig var þegar ég var í Ekvador. Og í Ekvador var ég náttúrulega mjög virk sem barn. Byrjaði svona að vinna menningarsjokki að vera á Ísafirði með enga vini og enginn sem hæ, viltu koma út, eigum að gera eitthvað, þegar mér leið ekki vel, það var enginn sem ég var að leita til eða var að leita að mér. Og það var svona einmannaleg, þangað til að ég fór að æfa badminton og fór svolítið að tengjast, þú veist, fólkið og allt þetta. Þá átti ég eina góða vinkonu sem heiti Gunna og hún sagði, hæ, ég frá Guayaquil og ég var bara, þú frá sama landi og ég. Ég í fyrsta skipti svona rifja þetta upp hjá vinkonu minni og þetta var svona súrt og ég held að sé best bara að segja frá ef eitthvað finnst mér svona súrt vegna þess þannig líður mér að einhver leyti eins og ég sé að losa mig við einhverja neikvæðni sem í mínu lífi, einhverja neikvæða tilfinningar, neikvæða pælingar og ég vil vera miklu jákvæðari en þetta, þú veist. Ég fékk ekki þennan sem hlut á námi í vefþróun má þarf að fara í starfþjálfun. Ég var búin að finna fyrirtæki sem ég langaði að fara í starfþjálfun hjá. Og ég var svo spennt að ég byrjaði að senda tölvupóst með 3 mánuðum fyrirvara. Og þá var ég alveg ótrúlega spennt að fara í þessum starfþjálfum. Svo ég sendi tölvupóst og mér var sagt á þessum tímabil því miður verið enginn til þess að þjálfa